Komið sæl, byrja á því að bjóða ykkur velkomin á þessa kynningu ásuppgjöri fjórða ársfjórðungi á samt ásuppgjöri síldarvinnslunnar fyrir árið 2024. Og ég ætla að renna semst í gegnum smá tæknilegt þetta en hérna nú ef við förum í það helsta á starfseminni á árinu þá eins og allir vita þá var loðnubrestur í upphafi árs, eldsumbrot í Grindavík skýra töluvert mikið samdrátt í tekjum og EBITDA á árinu. Nú eldsumbrotin hafa bitnað á landvinnslu í Grindavík. Svona af árinu þá var makrílvertíðin var meira fyrir haft, gekk erfiðara að sækja hann en árið áður en okkur gekk þó svona meðalmarkaðara nokkuð vel og fórum langt með að klára okkar kvóta, mistum ekkert niður. Síldveiðar með haustinu gengum með besta móti þannig að það spilaðist mjög vel úr síldarvertíðinni og markaðir almennt fyrir uppsjávarfisk hafa verið sterkir á árinu og verð góð á flestum okkar afurðum. Mjölver hafa verið sterk og eru sterk í dag og að sama skapi hefur lýsisverð auðvitað fyrir hunnið frá því sem var þegar hæst var en í sögulegu samhengi kannski samt ekkert lélegt. En sölur hafa almennt gengið vel. Nú frystitóri hjá okkur gekk vel á árinu Blængur. Ég held að hann hafi aldrei átt eins gott ár, hvorki í aflamagni eða aflaverðmætum. Hlutdeildarfélag okkar Arctic Fish sem vegur þyngst í okkar hlutdeildarfélögum og mestu verðmætið í, var með ágætis ár og þar eru mikla batahorfur í rekstri á milli ára og bjart framundan að við teljum. Nú við lokuðum bolfiskvinnslu okkar á Seyðisfirði á árinu og það tók auðvitað fram eftir ári að vinna sig út úr því. Við fækkuðum líka 2 bolfiskskip, línuskipið Fjölnir hjá Vísi og síðan lögðum við einu krókaflamarksbát mitt ár sem liður í hagræðingu í flótanum. En auðvitað er ekki launung af því. Í rekstrinum erum við að sjá marga kostnaðarliði hækka töluvert og álögur auðvitað aukast mikið og því miður boðar enn meiri álögur en við sjáum hvernig það útspilast. Nú ef við förum í fjórða fjórðung og lykiltölur þar þá var veltan $88,3 milljónir í staðinn fyrir 86,1 árið áður. EBITDA er $26 milljónir á móti 25,4 árið áður og EBITDA hlutfall 29,4 sem ég held að sé vel ásættanlegt. Nú hagnaður tímabilsins er $15,7 milljónir í staðinn fyrir 10,6. Við veidum 44.000 tonn í staðinn fyrir 48. Við framleiddum 29.000 tonn af afurðum og heilt yfir unnum við mun meira í manneldisvinnslunni eins og sést á tölunum hér eftir en árið áður og minna brætt. Heildareignir okkar í samstæðunni á Slók er $1.029,6 milljónir. Eiginfjárhlutfall samstæðunnar er sterkt, $60,7%. Handbært fé er $101,8 milljónir, 31.12. Netto vaxtametrið skuldir deilt með EBITDA er 2,06. Það hlutfall er líka sterkt hjá okkur. Nú meðal gengi fjórðungsins var 137,7 á móti 139,0 árið áður sem að kannski aðeins veikari dollar þýðir auðvitað árangur 29,4% EBITDA hlutfall er þá þeimum betra. Nú ef við skoðum reksturinn 2024 að þá vorum við með tekjur upp á $404,7 milljónir, $325,1 milljónir í staðinn fyrir 404 árið áður. Þarna er auðvitað gríðarleg breyting á vegna loðnu brests og minni vinnslu og tekjubrest vegna eldsumbrota í Grindavík. Þetta eru þessar 2 stærri sem vega þyngst. EBITDA er $84 milljónir í staðinn fyrir 121,8. Þarna erum við að sjá líka mikinn mun og ég held að svona stærstu hluti af þessu er vegna uppsjávarprests eða loðnubrests, kannski $32–4 milljónir og restin þá að stærstu hluta vegna eldsumbrota í Grindavík.
EBITDA hlutfallið á árinu 25,8 í staðinn fyrir 30,1 og það munar enn og aftur það. Hagnaður 44,1 í staðinn fyrir 73,4, það umtalsverður samdráttur í hagnaði á milli ára. Við veidum 172.000 tonn í staðinn fyrir 234.000 tonn ári áður. Við framleiðum 104.000 tonn afurðum í staðinn fyrir 135.000 tonn ári áður. Þannig að það má segja að þessar magntölur endurspegli kannski að tekjurnar endurspeglast dálítið í þessum magntölum. Nú ef við skoðum bara uppsjávaraflann á fjórða ársfjórðungi og síðasta hluta ársins, þá veiddu skipin okkar 34.800 tonn í staðinn fyrir 38.000 ári áður og skiptist svona nokkuð svipað á milli skipa, reynda aðeins minna hjá Berki en Beiti þar sem hann var í slipp hluta tímabilsins. Nú veiði eftir tegundum að þá er þetta síld, náttúrulega aðalega verið að veiða síld á þessum, eða semst 15.000 tonn af síld, það er 16.000 tonn af síld og 18.000 tonn af kolmunna. Kolmunnaveiðin gekk vel í seinni hluta nóvember og inn í desember. Nú staða aflaheimilda, við höfum alltaf verið með stöðu aflaheimilda þannig að við getum borið það saman. Í upphafi árs núna þá erum við með í norsk-íslenskri síld sem reyndar ekki búið útluta en það er smá samdráttur á milli ára. Þá eigum við óveitt 12.400 sem er í rauninni svona svipa magnu í fyrra, ívið minna sem við geymum á milli ára. Nú við erum að sjá makríl, þar erum við 15.600. Þar var líka samdráttur á milli ára, það var 16.600 í fyrra. Nú kolmunnin, þar erum við 84.000 tonn að stöðu, vorum með 87.000 tonn í fyrra, þannig að það er svona aðeins samdrátturinn ekki teljandi. Nú, íslenska síldin er auðvitað, við erum með þarna áætlaða úthlutun 12.000 tonn en auðvitað vonumst við til þess, henni er náttúrulega ekki úthlutað fyrir á sumarmánuðum. Auðvitað vonumst við til þess að allar þessar jákvæðu fréttir af síldir hringinn í kringum landið og út allt færi okkur aukinn kvóta í íslensku síldinni sem hefur verið að nýtast mun betur síðustu ár til manneldis. Nú, loðnu þarf ekkert mikið að tala við þekkjum öll loðnubrestin og síðan hennar litla kvóta sem kom óvænt daginn, 8.000 tonn. Við fórum og veiddum 1.200 tonn af því og erum búin að vinna önnur 1.200 tonn, þannig að við erum búin að vinna 2.400 tonnum á loðnu. Það fór allt til manneldis og hefur spilast vel úr því. Nú, uppsjávaraflinn á árinu er 134.000 tonn í staðinn fyrir 195.200 tonn og þetta kannski segir aðeins, tölurnar segja aðeins meira, það er að segja verðmætatölurnar í uppsjávaraflanum segja meira en kannski heildartölurnar því að við erum að sjá þarna 60.000 tonna eða 58.000 tonna samdrátt í loðnu sem er verðmætur fiskur. Og á sama tíma og kolmunnin eykst 12.000 tonn og hann er verið minni og minni afkoma í kolmunnaveiðum og vinnslu heldur til dæmis í öðru. Við erum að sjá samdrátt í makríl, við vorum með 21.000 tonn og förum í 17.900 tonn á þess síðast ári. Og við erum líka að sjá auðvitað mikinn samdrátt í síldinni því að við veitum fyrir 2023 veittum við 37.000 tonna síld en ekki nema 25.000 tonn í fyrra. Þannig að það eru verðmætategundir mikið niður á meðan kannski við sjáum smá sárabót í kolmunum. Nú uppsjáðu vinnslurnar á fjórðungnum, eru 38.000 tonn í bræðslunum, 44.000 tonn ári áður. Þannig að það er samdráttur þarna. En sá samdráttur endurspeglaðist kannski í því sem sagt áður að það var mun meira unnið til manneldis. Við vinnum í uppsjáðu fristingunni 23.500 tonn til manneldis í staðinn fyrir 15.000 tonn ári áður. Og þetta helgast auðvitað bara markaðsaðstæðum og síldin var mjög góð og markaði sterkir fyrir unna síld að meðan verð að mjöl og lýsi voru lægri. Og við framleiðum einhver 25.000 tonna afurðum. Nú ef við skoðum árið í heild sinni þá voru fiskimjölsverksmiðjurnar með 178.000 tonn tæp í staðinn fyrir 261.000 tonn, þannig að það er gríðarlegur samdráttur þarna. Og uppsjáðu fristingi tekur á móti 58.000 tonnum í staðinn fyrir 61. Þannig er auðvitað að sjá líka mikla breytur á bara tegundum eins og áður. Við unnum til dæmis á árinu 2023, þá unnum við úr einhvern tæpum 17.000 tonnum af loðnuafurðum, 5.000 tonn af hroggnum og 12.000 tonn af frosinni loðnu sem við fristum á síðasta ári einhver 1.200 tonn af norskri loðnu. Og við framleiðum 91.000 tonn af afurðum í staðinn fyrir 120.000 tonn ári áður.
Nú ef við förum aðeins í bolfiskaflann þá vorum við með 9100 eða 9200 tonn tæp, í staðinn við 9500 tonn árið áður. Og sömu tegundur sem að halda uppi okkar bolfiskveiði, þorskur og ýsa, enda erum við með góða kvótastöðu í þeim tegundum. Við fækkuðum eitt línuskip eins og komið hefur fram, þannig að þið sjáum við, ef maður skoðar veiðin á milli skipa, að línuskipin fara úr 3900 í 3000 tonn. Og ísvíkstoðarinn, ísvíkstoðarinn veiða ívið meira og blankur ívið betri. Nú staða aflaheimilda, við eigum eftir að veiða 8700 tonn af þorski sem bara svipað á ári áður, en auðvitað veiðum við ekki allan af þorsk. Við erum líka að nota þennan þorsk töluvert mikið í annars vegar skiptipotta og skipta á aflaheimildum, á uppsjávarheimildum og þorski. Nú við eigum eftir tæp 6000 tonn eða 5800 tonn af ýsu í staðinn við 5200, þannig að það er aðeins betri ýsustaða en heilt yfir svipustaða yfir áramótin eins og fyrir árið síðan. Nú við veiddum 37.500 tonn af bolfiski í síðasta ári og það er sem samdráttur einhver tæp 2000 tonn. Og veiði eftir tegundum, það er alveg sama áður, það er þorskur 6400 tonn sem er uppstaðan og síðan ýsa 9200. Nú, ef við skoðum fjórða ársfjórðung, þá er athyglisvert að skoða bara bolfiskvinnsluna hjá okkur. Vissulega erum við búin að loka Seyðisfirði, en ef við skoðum Grindavík, því að það má segja það að það hafi verið nánast full vinnsla í Grindavík allan síðasta eða fjórða ársfjórðung 2024. Það er að segja að við erum komin í gang 1. september og vinnum út árið. Og þegar við berum saman frystjúr sem er 2200 tonn í staðinn fyrir 1750 tonn 2023. Og ég vil bara minna á það að 2023 þá byrjuðu eldsumbrot og það stoppaði allt í Grindavík 11. nóvember. Þannig að við mistum restina nóvember og síðan desember það ár. Saltfiskvinnslan 2300 tonn í staðinn fyrir 1500 tonn áður og það er alveg sama þar. Og við framleiðum einhver 3600 tonn af afurðum í staðinn fyrir 3300. Ef við skoðum 2024 þá sjáum við þarna að Seyðisfjörður var að taka þetta 2100 tonn 2023 og við vorum eins og ég segja að klára hann síðustu mánuði ársins sem hann lokaði, tók 420 tonn. Og þetta er að sjá þarna í samdráttin í Grindavík, við erum að hafa 9100 tonnum í 4100 tonn sem er megnið að því unnið bara á síðasta ársfjórðungi eins og kom fram áðan. Og saltfiskurinn er 9200 tonn í staðinn fyrir 7300 árið áður. Þannig erum við að sjá aukningu, en svo aukning er kannski tilkomin að við opnuðum fyrir portfisk eða sem bráðabirgða saltfiskvinnslu í Helguvík, eignum og síldarvinnslunar í Helguvík, unnum þar yfir 2000 tonn og eins unnum við saltfiski hjá dótturfélagi okkar í Þýskaland, DSFU. Þannig að magnið saltfiskmegin var ívið meira en árið áður. Og við framleiðum 12.400 tonn af afurðum í stað 15.200 árið áður. Nú, ef við förum í rekstur á fjórðungnum, þá voru rekstrartekjur 88,3 milljónir og kostnaður seldra vara 35,9, laun og aflahlutir 23,9 og EBITDA 25,9 milljónir í staðinn fyrir 25,4 árið áður. Nú afskriftir eru 4,7 milljónir dollara, þannig er rekstrarhagnaður 21,2. Fjármálatekjur af fjármagnsgjöld eru neikvæð 652.000 dollara, áhrif á rekstri hlutdeildarfélagi neikvæð 328.000 dollara, þannig er hagnaður fyrir skatta 20,2 milljónir dollara og tekjuskattur 4,6 milljónir dollara tæp. Og hagnaður tímabilsins 15,7 milljónir dollara í staðinn fyrir 10,6 árið áður, það er 5 milljónir króna munur á fjórðungnum eins og enda gengu veiðar og vinnsla vel á fjórða ársfjórðungi ársins og bolfiskvinnslurnar hafa verið komnar á fullan í nokkurn veginn fulla keyrslu í Grindavík á tímabilinu. Nú, ef við skoðum rekstur ársins þá erum við með 325 milljónir dollara í tekjur, 404 milljónir árið áður, gríðarlegur samdráttur, rekstrargjöld 241,1 milljón dollara í staðinn fyrir 282
og EBITDA 84 milljónir dollara í staðinn fyrir 121,7 eða 37,7 milljónir dollara í mun í EBITu. Af þessum 37,7 myndi ég vilja, má rekja svona 32 til 3 til loðnu og restina til samdráttar í bolfiskvinnslu. Nú, afskriftin 19,3, þannig rekstrarhagnaður samstæðunar 64,6 milljónir dollara, fjármálatekjur og fjármagnsgjöld neikvæðir 7,8 milljónir dollara í samstæðunni, áhrifarekstri hlutdeildarfélaga eru neikvæðir 715.000 dollara, þannig hagnaður fyrir skatta 56 milljónir dollara og tekjuskattur 11,9 milljónir dollara og hagnaður tímabilsins 44,1 í staðinn fyrir 73,4 milljónir dollara árið áður, 29,3 milljónir dollara munur af hagnaði sem gríðarlegur umbreyting á milli ára. Nú, ef við skoðum hagnaðarbrú fjórðungsins, þá vorum við með hagnað á fjórðungnum 2023 upp á 10,6, EBITDA eykst 558.000 dollara, afskriftir lækka 2,7 milljónir dollara, fjármagnsliðir lækka 4,9 milljónir dollara, hlutdeildarfélög taka til sín 885.000 dollara og tekjuskattur eykst 2,2 milljónir dollara, þannig hagnaður 2024 15,7 milljónir dollara. Nú ef við skoðum bara hagnaðarbrú ársins 2024, þá erum við að horfa á 73,4 milljónir dollara. EBITDA framleiðir fer niður 37,7. Afskriftir lækka 1,8. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld lækka 1,7. Gengismunur hækkar 2,6. Verðbréf og afleiður taka til sín 1 milljón dollara. Hlutdeildarfélög 1,6 milljónir dollara betri og tekjuskattur lækkar 6,7 milljónir dollara. Þannig hagnaður tímabilsins 44,1 milljónir dollara. Nú ef við horfum aðeins á starfsháttayfirlitið, hvernig þetta skiptist á milli útgerðar og landvinnslu, þá veltan í útgerðinni 145,8 milljónir dollara og landvinnslunni 243. Annar tekur til sín 35,9 milljónir dollara. Þeir eru búið að leiðrétta fyrir eigin afl upp á 84,2 milljónir dollara og jöfnunarfærslur innan samstæðu 15,8. Þannig samtalsvelta í samstæðum 324,7 og hagnaður af sölu eigna 380. Nú, kostnaður við seldar að vara rekstrarhagnaður fyrir afskriftir í útgerðinni eru 34,9 milljónir dollara og landvinnslunni 57 milljónir dollara og annar tekur til sín 8 milljónir dollara, þannig rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 84 milljónir dollara. Og afskriftir 19,3, fjármálatekjur og fjármagnsgjöld 7,8 og áhrifarekstri hlutdeildarfélaga neikvæðum 715.000 dollara og tekjuskattur 11,9 og hagnaður tímabilsins þannig 44,1. Nú EBITDA-brú ársins, við förum úr 121,8 milljónir dollara EBITu 2023. Útgerðin lækkar 21 milljón dollara tæplega, landvinnslan lækkar 15,6 milljónir dollara tæplega og annað tekur til sín 1,1 milljón dollara. Þannig dettur EBITDA framleiðin í 84 milljónir dollara. Nú, eignir 31. desember 2024, óopinskrar eignir, fiskveiðiheimildir eru 483,1 milljón dollara í staðinn fyrir 497,2. Það er breyting á 14,1 milljón dollara. En auðvitað eigum við jafn mörg tonn og erum við með aflahlutdeildin sú sama og kvótinn sá sami, þannig að þetta helgast fyrst og fremst að þýðingamun á gjaldmiðlum innan samstæðu. Það er að segja þessi sveifla á aflaheimildum. Rekstrarfjármunir eru 235,3 milljónir dollara og lækka 7,3 milljónir dollara. Nú, fjárfestingar eignir eru 135 milljónir dollara og þar við náttúrulega þrýngst eignarhlutur í hlutdeildarfélögum upp á 132 milljónir dollara
og það má sjá það í skýringum í ársreikning að þar vegur langþyngst eignarhlutur okkar, 34% eignarhlutur okkar í Arctic Fish laxeldi á Vestfjörðum, bara $111 milljónir. Nú fastafjármunir samtals eru þannig $853,6 milljónir og lækka 30,6 milljónir og voru árið áður $884,2 milljónir. Nú veltufjármunir, við erum með byrð upp á $56,6 milljónir, viðskiptakröfur 40,2, aðrar skammtímakröfur 7,4 og handbært fé 101,8, þannig eru veltufjármunir $206 milljónir sem eru $3 milljónum lægri en árið áður. Þar vegur náttúrulega langþyngst bara breyting á byrðum. Við erum með 29 milljónum minna í byrðum en 20 milljónum meira í handbæru fé. Og eignir nema þannig samtals $1.059,6 milljónum. Eigið fé og skuldir, eigið fé $643,1 milljón og langtímaskuldir í samstæðunni eru $247,3 milljónir og skuldir við lánastofnanir $247,3 milljónir, tekjuskattsskuldbinding $100 milljónir, þannig er langtímaskuldir og skuldbindingar $348,6 milljónir, skammtímaskuldir eru $67,8 milljónir, þannig eru skuldir samtals $416,5 milljónir, eigið fé og skuldir samtals $1.059 milljónir. Nú handbært fé í upphafi árs nam $81,6 milljónir, veltufé frá rekstri $84 milljónir, greiddi vextir og skattar taka til sín $30,8 milljónir, rekstrartengdar eignir og skuldir aukast $26,7 milljónir, fjárfestingarhreyfingar taka til sín $14,3 milljónir og fjármögnunarhreyfingar $45 milljónir. Þannig er handbært fé í lok tímabils $101,7 milljónir. Stærsti liðurinn í fjármögnunarhreyfingum eru þetta afborganir af langtímaskuld, eins og sést í sundulina og í reikningum. Nú, ég hef alltaf haft nokkra punkta stöðu og framhaldið. Nú, sala og afhending makríl síldarafurða er í fullum gangi og er í raun að klárast, hefur gengið mjög vel. Loðnubrestur auðvitað annað ár í röð eins og allir vita. Tölum auðvitað ekki þennan örkvóta sem einhverja loðnuvertíð. Og það er auðvitað þungt fyrir fyrirtækið, starfsfólkið og samfélögin sem við störfum í. Í rauninni er það bara þungt fyrir Ísland. Ég held að ráðamenn ætti að átta sig á því að það sem er nýr veruleiki fyrir okkur sem erum búin lengi í þessu og við höfum ekki heyrt neina pólitíkusa eða áhrifamenn í stjórnmálum, þá á ég við sem stjórnar landinu og hafa haft áhyggjur eða talað hversu mikið tjón loðnubrestur er fyrir þjóðarbúið. Það er gríðarlegt tjón fyrir þjóðarbúið, fyrirtæki og fólkið og samfélögin sem við störfum í. Nú við reiknum með að taka á móti rúmlega 3.000 tonnum samt á loðnu, eins og ég sagði áðan, og við erum að vinna halli manneldis. Við erum með kolmunnavegar í fullum gangi hjá okkur og beitir var nú bara að hífa fyrir nokkrum klukkutímum 750 tonn eftir stuttan tíma, þannig að það er mjög góð veiði en það er gríðarlega langt að sigla á miðin niður við Rokkall. Bolfiskvinnslan í Grindavík er komin á þokkalegt ról eftir eldsumbrot en auðvitað er þar ennþá óvissa til staðar, atburður enn í gangi. Nú, annað sem er auðvitað að plaga okkur og er auðvitað erfitt, það er skortur á rafmagni og hækkun á raforkuverði og háir kolefnisskattar hafa aukið orkukostnað félagsins talsvert undanfarið, eins og sést í skýringum með starfsþáttayfirliti í reikningi. Og það er líka umhugsunarefni að við séum í þessari stöðu með raforkuna, með alla þessa möguleika á nýtingu á grænum orkukostum. Og svo er annað sem er auðvitað umhugsunarefni og mér finnst að til þess bara yfirvöld hljóta þurfa að skoða. Nú stefnir allt í það að Hálslón sem er rétt hjá okkur Austfirðingum, við höfum oft talað Kárahnjúkavirkjun sem okkar virkjun,
En nú allar fiskimjölsverksmiðjur á Austurlandi, í Neskaupstað, Eskifirði, Fáskrúðsfirði að brenna olíu af því að þær hafa ekki aðgang að rafmagni. Og svo er verið að hringja og bjóða eitthvað smá rafmagn, hluta rafmagni og það búið að verðleggja með þeim hætti að olían raunverulega ótryggari og kostar einfaldlega minna. Þannig þetta auðvitað ekki ásættanleg staða, sérstaklega í ljósi þess ef við skoðum stöðu vatnsbúskaps okkar að þá sést þar vel að staðan til þess í Hálslóni mjög góð að miða við söguna, nú bara yfir meðaltali og það allar líkur á því ef að framheldur sem horfir og menn skoða söguna líka að hún verði einhverja marga daga á yfirfalli, svo virkjun í sumar og við höfum einhvern veginn tekið það saman að 1 vika á yfirfalli í Hálslóni jafngildir ársnotkun fiskimjölsiðnaðarins. Þannig að þetta umhugsunarefni. Nú við auðvitað að horfa á kostnaðarhækkanir og samdrátt í heimildum sem kalla bara á hagræðingu eins og rekstur gengur út á að mæta áskorunum og sveiflum og kannski nú sjávarútvegurinn sá rekstur sem hefur þurft í gegnum tíðina að aðlaga sig að sveiflum í náttúrunnar. Og það munum við gera. Nú markaðir, það bara góð eftirspurn eftir uppsjávarafurðum á árinu og við nánast búin að selja eins og ég sagði allan okkar makríl og síldarafurðir sem mun betri staða en á sama tíma í fyrra. Samt framleiddum við áttum við mun meira magn og það gekk mjög vel að veiða, sérstaklega síldina á haustmánuðum. Loðnurhogn, það var dálítið til að byrjuðum í loðnurhognum áramót en þau nánast langt komið með að seljast og það góð staða þar. Og nú við bara að sjá þennan örkvóta á Íslandi, 8.600 tonn tæp og þannig að þetta litla sem frystir verður selt fyrir mikla peninga og verða mjög verðmætt. Það mjög há verð sem við verðum að tala núna við kaupendur og ég á enda algjört örmagn inn í markaðinn. En auðvitað höfum við ástæðu til að hafa fullar áhyggjur af loðnubresti, síendurteknu loðnubresti, hvaða afleiðingar það mun hafa á markaði til lengri tíma litið ef að loðnu vantar einfaldlega inn á markaði að vera loðnu. Og það ekki ásættanlegt. Og það auðvitað ekkert ásættanlegt að við uppgötvum alltaf þegar við stöndum í þessum sporum hvað við vitum í rauninni lítið loðnustofnum og aðra stofna. Sem segir okkur það að við þurfum einfaldlega að bæta á og forgangsraða hafrannsóknum í þá okkar mikilvægustu stofna og ég hef líka sagt áður að hluta þeirra rannsóknum að sjálfsögðu að skoða afrán hvala og annarra slíkra hvalastofna á loðnustofnin og bara aðra stofna í kringum okkur. Við þurfum aðeins að fara að skoða vistkerfi í kringum okkur því að það alveg ljóst að hvalastofnar, selastofnar hafa vaxið gríðarlega mikið síðustu áratugina og það alveg ljóst að þeir taka mikið til sín. Og ég held að án þess að ég ekki að boða það að fara að veiða hvali eða gera eitthvað, ég fyrst og fremst að benda á það að við eyland sem byggir á sjávarútvegi og við verðum að fara að vita og átta okkur á því hvað þetta þýðir fyrir vistkerfi hér í kringum landið. Það engan veginn ásættanlegt að við ekki með það eina rannsóknir til dæmis á magainnihaldi í hvölum og meta hvað þeir taka mikið út úr fæðukeðjunni hér í kringum okkur. Önnur lönd hafa verið að vinna og umræðan í þess að vera að aukast í kringum okkur og ég spái því að á næstu 5 árum verðum við farin að skoða mun betur þessa hluti. Því það alveg ljóst að við erum ekki að sjá þorskstofninn ná sér á strik að miða við þennan samdrátt í loðnuveiðum, þannig að ekki þessi loðna þá að fara í þorskinn, hvert fer þá, þannig að það þarf að skoða það. Nú, mjöl- og lýsismarkaðir, þeir hafa bara verið stöðugir, sérstaklega í mjölnu, lýsið hefur auðvitað hrunnið en samt í sögulegu samhengi ekkert lélegt. Nú, kvótasamdráttur á þorski í Barentshafi, hann hefur skilað sér í aukinni eftirspurn á okkar helstu mörkuðum fyrir þorskafurðir og verð á þorskafurðum háð. Það eftirspurn á flestum mörkuðum fyrir þorsk og ýsu og almennt hafa bara verð á bolfiskafurðum verið sterk.
En auðvitað það nú blessuð heimsmálin sem að ég ætla nú ekki að sitjast í sérfræðingarstólum, en það alveg ljóst að þó við séum nokkuð björt með útlit á okkar helstu mörkuðum og það hefur ríkt bara ágætis staða þar síðustu misseri og við sjáum ekkert annað í kortunum en fylgjumst auðvitað með þessum óróa og tollastríði sem í uppsiglingu og bara almennri óvissu í heimsmálunum sem að við erum ekki búin að sjá. Auðvitað getur auðvitað komið og breytt stöðun í okkar umhverfi mjög hratt og við þurfum að vera mjög á tánum Íslendingar í að vakta alla leiki og það sem gerist og vera tilbúin með viðbrögð og annað slíkt með hvert við beinum okkar framleiðslu og hvað við gerum í okkar fisk. En það líka vert að geta þess, þrátt fyrir þennan óróa og ömurlega stríð sem við auðvitað fordæmum öll, það sem í gangi, að þá hefur sala inn til Úkraínu gengið ótrúlega vel. Þeir hafa verið að kaupa mikið af síld, vilja mikið af loðnuafurðum en það ekki boðið mikið, keyptu makríl og það má segja að sölu þangað inn hafi gengið ótrúlega vel að meða við stöðuna. Nú, ég hef nú verið að haldið utan samfélagsspor félagsins síðustu ár og ég held að það sé mikilvægt að fyrirtæki haldi utan samfélagsspor sín og ég held að það sé líka mikilvægt, sérstaklega fyrir sjávarútveginn, þar sem að við erum nú oft bitbein átaka í pólitík og margir vilja margfalda veiðigjöld og fordæma gjarnan margt flest sem að frá okkur kemur. En ef við horfum bara á tölulega staðreyndir, að þá samfélagsspor síldarvinnslunnar 9.500 milljónir á árinu 2024 og fyrir 9.800 milljónir, það fyrir niður 400 milljónir. Nei, 400 milljónir, þetta nú komið íslenska krónu núna, þetta í milljónum króna fyrir ekki við. Og mér finnst alltaf áhugavert að velta fyrir sér hvernig þessi verðmætakaka skiptist. Að því stundum tala menn auðlindagjöld með miklu háreysti og vilja margfalda þau. En við tókum að ganni saman núna hvernig þessi árið 2024 skiptist bara á milli hjá okkur og launþegar, þeir fá 17% af, hagnaðurinn, afkoman 14% af veltu ársins 2024 og í þeir reikning sem nú búið að birta í dag, þar tillaga stjórnar 38,5% arðgreiðslu og verði það samþykkt á aðalfundi, sem ég á nú aðeins vona á, að þá nemur það tæpum 5% af veltu. Þannig að hluthafar eru þá greitt 5% af veltu og restin fer þá fara yfir 60% af hagnaðinum áfram í uppbyggingu félagsins og fjárfestingar til að reyna að bregðast við aðstæðum, auka framleiðni og styrkja rekstur og verðmætasköpun félagsins og binda þá meiri fjármuni inn í þar inni. Nú launþegar fá 17% af þessari veltu, greiðslur til hins opinbera og lífeyrissjóða eru 22%. Annar rekstrarkostnaður 47%. Þannig að þarna fær hið opinbera 22% af kökunni, þrátt fyrir að eigendur félagsins, og ég tek það fram að við erum að tala sjávarútvegsfyrirtæki með 60% eigið fé. Þannig að það ekki eins og menn hafi ekki viljað hafa sterkan grunn, en það þurfum við að vera með sterk félög til að mæta þeim sveiflum sem á okkur geta dunið. En þetta líka athyglisvert í ljósi þess, ef við horfum á samfélagssporið, að hagnaður ársins 6,1 milljarður var 10,1 milljarður á ári. Það samdráttur upp á 4 milljarða eða 40%. Nú samfélagssporið okkar 9,4 milljarðar en við varum 9,8 milljarðar árið 2023. Þannig að samfélagssporið, það sem að fer til ríkissjóðs, lækkar 0,4 milljarða eða 3,8% niður. Þannig að hagnaðurinn, hluthafarnir fara niður 40% eða eigendur félagsins á meðan samfélagssporið fer niður eða hið opinbera fer niður 3,8%. Þetta endurspeglar í rauninni hvar áhættan í rekstri félagsins liggur. Þannig að en það skal getið taflanir skoða að veiðigjaldir lækkar einungis 134 milljónir króna þrátt fyrir gríðarlega samdrátt í veltu og hagnaði.
og það fyrst og fremst vegna loðnubrest sem að það lækkar. Nú kolefnissporið, þarna töluverð hækkun á kolefnissporinu á milli ára og hún í rauninni miklu meiri en þarna sést. Það að segja að hún fari úr 65.000 ígildum í 77. Þetta í rauninni miklu meira því að þið muni það í bræðslutölunum að við bræddum hátt í 90.000 tonnum minna magn. Og það eru bræðslunar sem nota megnið af orkunni í landið á okkur fyrir utan skipin. Sem þýðir auðvitað það að ef við hefðum verið til þess að svipað að loðnuvertíð í fyrra eins og árið áður, að þá hefðum við verið ennþá meiri losun. Og þetta einhverja 7,7 milljónir lítra meira af olíu sem við erum að nota árið 2024 en við hefðum þurft að nota ef við hefðum haft aðgengi að raforku. Þannig að við erum að lenda í því að skortur af raforku að valda okkur losun upp á 21.000 tonn af kolefnisígildum í kolefnisbókhaldi síldarinnar. Og þetta í rauninni bara eitthvað sem að við fáum ekki við ráðið. Og aðeins bara til þess að hnekkja aðeins á þessum tölum líka, ef við skoðum aðeins, tókum þetta bara saman út af loðnuvertíðinni. Uppsjáariðnaðurinn á Íslandi, við erum með 20 skip, við erum með 10 bræðslur og við erum með 8 frystingar, manneldisvinnslur. Og ég fór í gegnum smá talnaleik og ég held ég sé ekki að ofmeta neitt, það geta aðrir staðfest. Ég gef mér að nýverið á skipi sé 8 milljarðar, 25 milljarðar á bræðslu og ég held að þær tölur séu frekar í lægri kantinum. Frysting, nýtt alveg frystihús 12 milljarðar. Þannig að þarna fáum við út að nývirði af uppsjáariðnaði Íslands eru 510 milljarðar. Þannig að við ætlum að byggja hann upp í dag. Störfin í iðnaðinum einhver 915, 270 á sjó, 650 í landi. Þannig að auðvitað loðnubrestur dýr þegar svona fjárfestingar standa ónýttar. Auðvitað hittir loðnubresturinn þessa 915 starfsmenn mjög illa fyrir utan allt margveldið í samfélögum. Aðeins að velta fyrir sér fjárfestingunni og hvað við stöndum í rauninni af því að það eru breyttir rekstrarskilyrði, það ákveðin óvissa í aflaheimildum, þetta eru gríðarlegar fjárfestingar, þannig að framundan mun iðnaðurinn þurfa að takast á við þetta og ef við skoðum aðeins bara fjárfestingu í fiskimjölsiðnaðinum upp á, ef að bræðslurnar eru með 250 milljarðar núvirði og kannski 50 milljarðar verðmæti, að það stendur nú þetta sé í dollarum, en það nú ekki þannig. Þetta nú milljarðar íslenskir, 500, en ég afsaka það. En þá erum við að segja það, ef við skoðum síðustu 5 ára, 2020 hefði afkvist að geta bræðsluna á Íslandi dugað 34 daga til að bræða allt sem bræktað. 40 daga 2021, stóru árin 2022 og 2023, 74 og 73 daga. Þannig að það engin nýting á þessu. Einhverjir kunna segja að já, við verðum að hafa þessa umfram afkastagetu til þess að ná stórum loðnuvertíðum eða stórum sveiflum, en ég segi að við þurfum ekki svona mikla umfram afkastagetu. Þannig að ég sé fyrir mér að þarna þurfi iðnaðurinn einfaldlega að takast á við breytt rekstrarskilyrði og það sé tækifæri í hagræðingu þarna. Nú, þegar ég tala um rekstrarskilyrði, að þá það þannig að við erum að sjá ýmsa kostnaðarliði hækka. Launaþróun á Íslandi hefur auðvitað verið með þessum hætti og þetta nú mynd sem að ég fekk fyrst launaflokkana bara samkvæmt lífskjarasamningum, kjarasamningum og stöðugleikasamningum unnin af starfsfólki SFS. Sjálfur bætti ég inn í hana að ganni mínu verðvísitölu sjávarfangs sem gráa línan og síðan bætti ég inn helstu starfsgjaldmiðlun síldarinnar sem vega þyngst í okkar rekstri og þá það dollarinn gula línan og þá það norska krónan, bláa línan og evran. Þannig að við sjáum það eftir 2022 að þá fyrir að skilja mjög á milli launahækkana og verðþróunar sjávarfangs og gjaldmiðilsins. Og ég ætla svo sem ekki að leika hagfræðing og túlka þetta neitt sérstaklega en ég held að
eins og ég hef oft sagt að auðvitað þurfum við bara að mæta auknum launahækkunum og kostnaði með betri nýtni á búnaði og aukinni framleiðni í okkar rekstri. Nú aðeins bara í lokina að ég held að við séum að fara inn í ár sem að við erum búin að taka loðnubresti núna. Það hefur gengið, eins og ég sagði, ágætlega vel í Bolfiskinum í Grindavík með aðstæður og við trúum því að markaðir í uppsjávarfiski inn í haustið og við séum að sjá lítillega samdrátt í kvótum. Þá held ég að sé full ástæða til að vera bjartsýnn með síldar- og makrílmarkaði og mjöl- og lýsismarkaði, þannig að við erum alveg þokkalega bjartsýn. Nú auðvitað ýmist umrót og upprópanir í kringum nýja ríkisstjórn varðandi veiðigjöld og breytingar á hinu og þessu í okkar umhverfi. En ég einhvern veginn trúi því nú að okkur lánist sem Íslendingum sem höfum gengið í gegnum þykkt og þunnt og í gegnum tíðina með samtali stjórnvalda, sjávarútvegs og greinarinnar og fólksins í landinu. Þá held ég að við munum aldrei, þá vona ég að okkur beri gæfu til þess að hafa umhverfi sjávarútvegs með fyrirsjáanleika og með þeim hætti að það haldi áfram að vera hér eina undirstöðum lífskjara í landinu. Að þessu sögðu þá þakka ég bara fyrir. Er einhverjar spurningar og svör sem að vilja koma inn á? Nú, þá held ég að því sem gáði okkur tíma til að koma og tala, hlýða á kynninguna í beinni og líka því sem eigi eftir að horfa á hana á morgun. Ég þakka ykkur bara áheyrnina og þið hafið auðvitað linki fjárfestir@svfm.is ef það er eitthvað sem vaknar, einhverjar spurningar. Svo ég bara takk fyrir þetta.